Já, góðan daginn. Helgi heiti Helgason og er hérna læknir á lyflæknadeild krabbameina á Landspítalanum og Lyfjastofnun. Ég ætla aðeins að fara yfir helstu áhættuþætti fyrir blöðruhálskirtilskrabbamein, hvaða fyrirbyggjandi ráðstafanir eða forvarnir hægt er að grípa til. Einnig að tala hormónastjórnun blöðruhálskirtilsins og svo drift blöðruhálskirtilskrabbamein, helstu einkenni og svo meðferðarmöguleika. Aðeins stuttlega búið að minnast á þetta áður, faraldsvæði blöðruhálskirtilskrabbameins, algengasta krabbamein hjá körlum, 1 af hverjum 6 það bil greinast og 200 greinast með þetta krabbamein á ári hér á Íslandi og 50 deyja völdum þess árlega. Hvað varðar orsakavalda, þá er orsök blöðruhálskirtilskrabbameins ekki þekkt, en það er ljóst að erfðir spila stórt hlutverk, en einnig utanaðkomandi þættir. Þarna má benda til hægri efst hormónaþættir frá umhverfinu eða líkamans sjálfs, einnig mögulega eiturefni frá umhverfinu, sýkingar eða svo fæðutengd efni. Varðandi æxlismyndun, það er bara stuttlega að segja að þá blöðruhálskirtilskrabbamein tala það sem einn sjúkdóm og þá er öllu líkindum fleiri undirgerðir, eins og búið að koma stuttlega inn á að þá eru gráður sjúkdómsins mismunandi. En einnig sjáum við það að mismunandi blöðruhálskirtilskrabbamein hafa mismunandi tilhneigingu til að sá sér til beina eða eitla eða vera staðbundin í kirtlinn. Eins og við sjáum á eðlilegum gangi sjúkdómsins að þá er hann oft staðbundin mjög lengi. Hvað varðar áhættuþætti og forvarnir? Mikilvægasti áhættuþátturinn er aldur, komið inn áður, meðalaldur við greiningur 70 ár eða rétt rúmlega og mjög margir áttrætt hafa sjúkdóminn, skoðaðar eru krufningsrannsóknir. Annar mjög mikilvægur áhættuþáttur er kynþáttur. Blökkumenn eru í mestu áhættu og áhætta þeirra skýrist ekki eingöngu af aðgengi að þjónustu en flestar þessar rannsóknir eru amerískar. Karlmenn frá Asíu eru með mjög lága áhættu miðað við aðra og þar eru áhrifin ekki eingöngu umhverfisáhrif þó að það er ljóst að þegar til dæmis Japanir flytja til Vesturlanda eða til Ameríku að þá eykst áhætta þeirra á blöðruhálskirtilskrabbameini verulega og þar þá áhrif umhverfis eða fæðu að ræða. Erfðafræðin spilar stórt hlutverk. Það er mismunandi eftir landsvæðum. 10–15% tilfella af blöðruhálskirtilskrabbameini eiga fyrstu gráðu ættingja sem hefur haft blöðruhálskirtilskrabbamein. Fyrstu gráðu ættingi er sem sagt foreldri, bróðir eða sonur. En fyrstu gráðu ættingjar eru almennt séð í það bil tvöfaldri áhættu að fá síðar blöðruhálskirtilskrabbamein. Það er ljóst að karlkyns hormón kom inn á það síðar, spila stórt hlutverk og talið að hlutföll mismunandi hormóna í líkamanum hafi áhrif á þróun blöðruhálskirtilskrabbameins. Við vitum það að geldingar eða munkar sem eru geldir snemma á lífsleiðinni, þeir mynda ekki blöðruhálskirtilskrabbamein og að östrógen og jafnvel fítuöstrógen eða plöntuöstrógen eru verndandi fyrir blöðruhálskirtilskrabbamein. Hvað varðar þyngdina, þá er sterkur grunur að þyngd hafi áhrif, það er að segja ofþyngd og hærri þyngdarstuðull eða body mass index auki áhættu af blöðruhálskirtilskrabbameini en það hefur verið ekki sannað. Áhættuþættir áfram, mataræði, eins og við komum aðeins inn á að þá er tíðni blöðruhálskirtilskrabbameins á mismunandi landsvæðum mismunandi en ef skoðaðir eru lengd
tíðni lengds blöðruhálskirtilskrabbameins þá það nokkuð svipað í heiminum en þar sem blöðruhálskirtilskrabbamein þróast í sjúkdóm það vel 20 sinnum algengara í vestræna heimi. Nú, það leita líkur að því að meðal annars fita, sérstaklega fjölómettuð fita, dýrafita og há inntak af fitu auki áhættuna. Hvað það sem veldur þar ekki alveg ljóst en það spurning hvort að fitan hafi áhrif á hlutfall andrógena í líkamanum. En einnig talað að fitusýrurnar sjálfar, sérstaklega omega-6 fitusýran, geti haft vaxta hvetjandi áhrif á blöðruhálskirtilskrabbameinsfrumur. Omega-3 fitusýrur aftur á móti taldar að vera verndandi. En omega-6 fitusýrur semst algengar í rauðu kjöti. Rautt kjöt sjálfstæður áhættuþáttur en tengist augljóslega fitu og notkunar dýrafitu. Trefjar, þar sem lágt hlutfall á trefjum í fæðu talið auka líkurnar á blöðruhálskirtilskrabbameini eins og einnig ristilkrabbameini. En það hefur ekki þó verið sannað óyggjandi. Nú, kalk, rannsóknir sem hafa skoðað hópa af karlmönnum sem nota mikið kalk eða fæðu sem innihalda mikið kalk, sjá að þeir í alltaf 40% aukin áhættu að fá blöðruhálskirtilskrabbamein miðað við það hópa sem nota lítið kalk. Svipað mjólkurvörur. Það áhættan talin vera 11% ef teknir þeir sem neyta mikillar mjólkurvarna gegn þeim sem með lítið af mjólkurvörum. Það spurning hvort að þetta tengist kalkinnihaldi mjólkurvara og þá sé meira áhættu þáttur vegna kalkintöku eða hvort að þetta sé fituinnihald eða jafnvel fitusprenging eða meðhöndlun mjólkurvara. Nú, eiturefni hafa lengi verið tengd blöðruhálskirtilskrabbameini, ýmsum iðnaði, til dæmis kadmíum frá rafhlöðum og díoxín frá skordýraeitri. En þessi tengsl hafa ekki verið sönnuð svo óyggjandi sé en það ljóst að þessi efni hafa örugglega ekki jákvæð áhrif á þróun blöðruhálskirtilskrabbameins. Nú, hvað varðar forvarnir, þá hreyfing og þyngdarstjórnun, halda kjörþyngd mjög mikilvæg. Einnig mataræði, það að segja neyta meira af ávöxtum og grænmeti og þó að sumar rannsóknarniðurstöður séu misvísandi þá mjög margt sem bendir til mikilvægi þessa þátta í mataræðinu. En einnig hefur aukið hlutfall af ávöxtum og grænmeti jákvæð áhrif á þyngd, hjarta- og æðasjúkdóma og fleiri þætti. Neyta minna af dýrafitu og sérstaklega minna þá af rauðu kjöti og svo spurning neyslu á mjólkurafurðum, trefjar, en almennt séð hófsemi ráðlögð. Ekki útiloka þessa hluti en almenn hófsemi. Nú, hvað varðar þyngd? Eins og ég minntist á að það eru tengsl þyngdar eða fituprósentu á blöðruhálskirtilskrabbameins. Þetta þó verið umdeilt þar sem ekki verið sýnt fram á það að offita auki líkur á blöðruhálskirtilskrabbameini en þá ljóst að offita virðist auka líkur á versnun þegar blöðruhálskirtilskrabbamein hefur átt sér stað, hefur verið greint að þá gangur sjúkdómsins verri hjá þeim sem eru yfir kjörþyngd. Það hefur verið tengt þyngdarstuðli, eða body mass index og miðað við þá sem eru með body mass index milli 20 og 25 sem talin vera kjörþyngd að þá eykst áhætta á dauða vegna blöðruhálskirtilskrabbameins hlutfallslega eftir því sem þyngdin eykst og það bil tvöföld ef offitur að ræða. Nú,
fæðubótaefni sem forvarnir. Fjölvítamín sem slíkt virðist engin eða lítil áhrif hafa. Vítamín A eða retinoíðar hafa engin augljós áhrif en eru í rannsókn. Það mikið verið deilt vítamín D, kalk og mjólkurafurðir og einnig hafa tíðni blöðruhálskirtilskrabbameins á Norðurlöndum þar sem skortur á vítamíni D er algengur. En það þó engin ljós tengsl milli vítamín D og blöðruhálskirtilskrabbameins, en það eru misvísandi niðurstöður og rannsóknir í gangi. Hvað var vítamín E er svipaða sögu að segja. Það er talið að það gefa þessi mismunandi vítamín og vítamín E sérstaklega myndi minnka líkur á blöðruhálskirtilskrabbameini, en það hefur ekki verið sýnt fram á það. Svipaði með ristilkrabbamein í þessu tilfelli. Og svo vitum við ekki með vissu varðandi selenium, en við bíðum meðal annars rannsóknar frá Select sem er stór rannsókn sem skoðar ýmis fæðubótaefni, meðal annars selenium, en þær niðurstöður eru væntanlegar 2013. Sink er talið skaðlegt. Líkópen eða karotíníðar eru taldir hafa verndandi áhrif. Þeir koma mikið fyrir í ýmsu grænmeti, til dæmis tómötum. Flavín og ísoflavín í sojamjólk og tófu eru fítoestrogen eða plöntuestrogen og eru talin hafa almenn verndandi áhrif. Í heild séð þá höfum við skoðað þennan matseðil Miðjarðarhafsins, en þar til grundvallar er dagleg hreyfing eða physical activity, og svo uppistaða af mataræðinu eru kornmatur ýmis, grænmeti og ávextir, og svo minna af fiski og kjúklingi, eggjum og minnst af kjötmeti. Drekka vel af vatni og rauðvín í hófi. Það sé mjög ágæt uppskrift. Áfram hvað var forvarnir. Það er spurning þá hvort að með því að lækka andrógen í líkamanum sé fyrirbyggjandi fyrir blöðruhálskirtilskrabbamein, en rannsóknir hafa ekki leitt til þess að slíka meðferð hafi verið teknar upp. Ein rannsókn hérna fínasteríð gegn placebo eða lyfleysu. Lyf voru gefin í 7 ár. Það bil 19.000 karlmenn tóku þátt og þar sáum við að tíðni blöðruhálskirtilskrabbameins var rúmlega 18% í þeim sem fengu fínasteríð, rúmlega 24% í þeim sem fengu lyfleysu. En almennt séð þá þótti þetta lítill ávinningur miðað við meðferðarlengd og aukaverkanir og ýmsir gallar á rannsókn, en einnig var grunur það að þeir karlmenn sem fengu blöðruhálskirtilskrabbamein þrátt fyrir fínasteríð væru með verri sjúkdóm og þannig væri lifun hópsins mjög svipuð. Þannig að þessi meðferð er ekki veitt. Einnig eru hormónahvarfslyf sem eru venjulega notuð til að meðhöndla blöðruhálskirtilskrabbamein, ekki notuð í fyrirbyggjandi tilgangi. Hvað var hormónastjórnun? Hormón eru boðefni, þau eru framleidd á einum stað en hafa áhrif á öðrum stað í líkamanum. Þau geta ferðast langan veg. Þau hafa sértæka verkun á ýmis líffæri, sem við vitum brjóst, skjaldkirtil, nýrnahettur og blöðruhálskirtil. Ef krabbamein kemur upp í líffæri sem er undir hormónastjórn, þá getur krabbameini verið að hluta eða öllu leyti háð hormónum, og við þekkjum þetta bæði hjá brjóstakrabbameinum, blöðruhálskirtilskrabbameinum og til dæmis skjaldkirtilskrabbameinum. Aðeins yfirlit yfir hormón. Þetta eru mismunandi hormónaásar í líkamanum. Sjáum þarna heiladingulinn sem framleiðir ýmis hormón sem svo örva líffæri á sérstakan hátt. Við beinum sérstaklega athyglinni að
að þessum hormónum FSH og LH sem hjá karlmönnum örva eistun til að framleiða testósterón en hjá konum örva eggjastokkana til að framleiða kvenkynshormón eða kvenhormón estrógen. Nú til þess að hormónin hafa áhrif þá þurfa þeir að hafa áhrif gegnum hormónaviðtaka, til dæmis í brjósti eða blöðruhálskirtli. Þeir bindast þar á ákveðinn hátt og virkja þannig ákveðið vaxtarferli inn í frumuna. Dæmi þetta eru til dæmis andrógenviðtakar í blöðruhálskirtlinum og með vefjalitun á æxlinu þegar það hefur verið fjarlægt má ákvarða hormónanæmi viðkomandi æxlis og það hefur oft verulega samsvörun við gráðuna. Því hærri sem gráðan á blöðruhálskirtilskrabbameini því minna næmt æxli fyrir hormónum. Þannig að með því að lita fyrir þessum hormónaviðtökum þá getum við spáð svolítið fyrir næmi fyrir hormónahvarflyfjum. Aðeins yfirlitið hvernig hormónir vinna. Þeir eru framleiddir í eistum eða nýrnahettum, þetta er 90% í eistum og 10% í nýrnahettum. Þeir framleiða testósterón sem er svo umbreytt í dihydrotestosterón. Dihydrotestosterón hefur svo binst þarna andrógen viðtaka, það er þessi AR, sem verður til þess að tveir slíkir tengjast og tengjast svo saman við erfðaefnið eða DNA. Þeir hafa þannig áhrif á erfðaefnið, þannig að fruman fer í frumudeilingu eftir ákveðin skref. Þetta er svona einfalt yfirlitið hvernig hormón örva ákveðnar frumur til þess að fara í frumudeilingu. Dreifður sjúkdómur, aðeins einkenni, meðferð og útbreiðslu. Til þess að sjúkdóminn getur dreift sér þá þarf á næringu. Þegar stökkbreytingar hafa átt sér stað í blöðruhálskirtlinum, hvað orsök sem veldur, að þá vaxa þær frumur í lítinn hnút og þegar hann er orðinn tæplega millimetri stór að þá þarf hann aukna næringu og þessa næringu færa með því að framleiða ákveðin efni sem hvetja æðar í nágrenninu til þess að vaxa inn í hnútinn og þegar slíkt háræðanet hefur átt sér stað að þá getur hnúturinn vaxið áfram en einnig geta krabbameinsfrumur í hnútnum vaxið inn í háræðanetið og ferðast þannig líkamann. Það er ekki tilviljun hvar svo krabbameinsfrumurnar festast og valda meinvörpum. Hérna dæmi tekið lungnameinvörp en fyrir blöðruhálskirtilskrabbamein að þá hafa blöðruhálskirtilskrabbameinsfrumur sérstaka tilhneigingu til að fara til beina og eitla eins og hefur komið fram. Þarna sjáum við hvernig þær geta ferðast æðarnar og komið sér út svo úr æðunum og mynda meinvörp hérna í lungum. Eins og komið hefur fram, einkennin geta verið staðbundin, einkenni við þvaglát, blóðmiga, verkir í grindarbotni þar sem blöðruhálskirtilskrabbamein er við rótin á getnaðarlimnum, almenn einkenni, slappleiki, þreyta, blóðleysi, megrun og sviti en einnig svo einkenni frá meinvörpunum, beinverkir frá beinameinvörpum og svo einnig venjulega þá við langt genginn sjúkdóm, bjúgur á fótum vegna sterkara eitla í grindarholi. Hérna dæmi beinameinvörp, myndin er beinaskann svo kallað og önnur myndin er tekin framanverðu og hinn aftanverðu. En beinameinvörp frá blöðruhálskirtilskrabbameini eru algengust það í mjöðmum, eins og sjá þarna, hrygg eða í rifjum. Hvað var það lyfjameðferð við dreifðum sjúkdóm? Þá eru fyrst og fremst hormónahvarfsmeðferðir. Hormónahvarfsmeðferðir geta verið bæði framleiðsluminnkun. Framleiðsluminnkun má ná fram með framleiðsluhemlum
Það er að segja lyfjum sem minnka framleiðslu á karlkynshormóni frá eistum eða nýrnahettum eða með því að fjarlægja eistun. Svo má líka meðhöndla með svokölluðum andhormónum, en þau hamla verkun hormóna á viðtakana. Ef við förum aðeins í framleiðslu hemlana, þá er það meðal annars þessi LH-RH-lyf svokölluð. Þau hafa áhrif á heiladingul. Þetta eru helstu lyfin sem eru hér, skráð hér og efsta liðið þar sem notum mest líklega. Svo einnig lyf, eldri lyf sem hafa áhrif á nýrnahettur. Þetta eru lyf sem við notum minna en er þó stundum gripið til ef hormónanæman sjúkdóm er ræða. En gallar á þessum eldri lyfjameðferðum er að aðeins vandmeðfarnari og valda nokkuð aukaverkunum. Það má meðal annars minnast á estrógen eða kvenkynshormóna sem eru lítið notaðir í dag vegna aukaverkana. Hérna aðeins hvernig þessi LH-RH-lyf hafa áhrif, þar sem þau eru svo algeng, ég ætla aðeins að fara yfir þetta, en þau sem sagt örva heiladingulinn. Og það væri kannski svolítið sérstakt að við vildum örva heiladingulinn, þar sem við vitum að heiladingullinn framleiðir hormón sem svo örva bæði eggjastokk og eistu. Það gerist hér líka fyrstu vikuna sem þetta lyf er gefið. Heiladingullinn örvast mjög mikið og það framleiðir mikið af LH og FSH sem svo aftur örva eistun í þessu tilfelli til þess að framleiða meira karlhormónum. Þessi mikla framleiðsla af karlhormónum eða kvenhormónum í konum veldur svo því að hefur neikvæð áhrif á heiladingulinn, þannig að hann verður minna næmur fyrir þessari örvun. Og þannig endar þetta með því að hypofísan eða heiladingullinn er ónæmur fyrir LH-RH og hættir að framleiða LH og FSH og þannig minnkar örvunin á eistunni eða eggjastokkana og karl- eða kvenhormónin minnka í líkamanum. Þetta er svona gróflega séð hvernig þessi lyf hafa áhrif og hérna sjáum við líka nauðsyn þess að gefa önnur lyf samhliða þessu lyfi í upphæði til að koma í veg fyrir það að sjúklingar fá mikil einkenni frá þessari mikilli örvun fyrstu vikuna. Hvað var andhormón? Þá hamla þeir verkun hormóna, koma í veg fyrir bindingu testósteróns við viðtakann, en þeir lækka ekki testósterón sem slíkt. Dæmi þessi lyf eru biglutamíð, Casodex sem er algengt, flutamíð, nýlutamíð er held ég ekki skráð hér á Íslandi og Ciproterón. Þessi lyf eru gefin, þetta eru töflur og þau eru gefin til inntöku með vatni og helstu aukaverkanir eru brjóstastækkun og eymsli í geirvörtum, nokkuð algengar aukaverkanir, hiti og svitakóf, kláði, hármissir, þróttleysi, svefnleysi, höfuðverkur og svo einnig minnkuð kynhvöt og getuleysi, oft aukin líkamsþyngd, breytt fitudreifing og breytt efnaskipti sem er svona aukja eða svona meiri vitneskja orðið. Einnig valda þessi lyf beinþynningu og stundum þunglyndi. Þessar aukaverkanir margar hverjar eru einnig af þessum LH-RH lyfjum. Hvernig við gefum þessi lyf, ýmist sem einlyfjameðferðir, þá andhormón eins sér eða LH-RH lyf eins sér, en oft einnig sem blöndu tveggja lyfja. Svörun er misjöfn hjá mönnum augljóslega, þegar sjúkdómurinn er mismunandi, en 2 ár að meðaltali. Og undanfarin ár hefur verið meiri vitneskja svokallaða kaflaskiptameðferð, það er að segja hlé á milli hormónahvarfsmeðferðar og það sem fylgt eftir með PSA og testósterón. Meðal annars til þess að minnka
eða seinka hormónaónæmi, en með tímanum þá verða öll blöðruhálskirtilskrabbamein ónæm fyrir hormónum og hormónahvarfsmeðferðum. Og hugmyndin með kaflaskiptri meðferð er að seinka því að hormónaónæmi kemur upp, en það hefur ekki verið sýnt fram á það ennþá. Þegar sjúklingur verður ónæmur fyrir ákveðnum hormónahvarfsmeðferðum þá má skipta á milli lyfja og reyna eldri lyf, en því miður oft með meiri aukaverkunum. Þá er spurning hvenær á að skipta yfir í svokallaða frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð, því að oft eru sjúklingar einkennalausir, eingöngu með PSA-hækkun eða með einkennalaus eitla- eða beinameinvörp. Og þá skoðum við sérstaklega ákveðin fosforgildi, það er að segja hversu hratt hækkar PSA-gildið, hversu útbreiddur sjúkdómurinn, eitla- eða jafnvel lifrarmeinvörp að ræða, eða slæm beinameinvörp, þá meina ég í hrygg þar sem hugsanlega einhver þrýstingur á mænu, og svo almennt hvernig sjúklingnum líður, hvort það sé mikil einkenni frá hans sjúkdóm. Þessi fosforgildi notum við til þess að spá fyrir þróun sjúkdómsins áfram og hvort við byrjum á krabbameinslyfjameðferð eða ekki. Nú, hvað var það frumudrepandi krabbameinslyfin? Aðeins stutt. Þetta eru helstu lyfin sem við höfum verið að nota. Estramostín og mitoxantrón, kannski eldri lyf. Nýrri lyf eru svokallaðir taxanar, og helst dósutaxel, en einnig paklitaxel, og svo einnig vinkalkaloiðir og sérstaklega vinorelbín eða navelbín. Þessu lyf eru gefin á mismunandi hátt, þó öll í æð, en á 1 til 2 eða 3 vikna fresti, og flest eru gefin ásamt prednisolón eða sterum, dekortín sérlyf heitið, og aukaverkanir eru mismunandi milli lyfja, en þó algengar eru slappleiki og þreyta, meltingartruflanir, ógleði, þyngdartap, hárlos, og svo einnig beinmergsspæling með aukinni hættu á sýkingum, og sum þessar lyfja hafa áhrif á taugar með taugaverkjum eða dofa. Nú, önnur lyf sem við gefum oft samhliða, það eru svokölluð bisfosfonöt. Þetta eru lyf sem eru einnig notuð við beinþynningu og er bæði hægt að gefa við beinþynningu í æð eða í töflum, en þegar gefið er við blöðruhálskirtilskrabbameini með beinameinvörp, þá eru þau gefin í æð, og þessi lyf þau bindast beinbjálkum og hindra frekara niðurbrot á beinum af völdum krabbameins, og hafa einnig helst sýnt fram á virkni sína í blöðruhálskirtilskrabbameini og eru hluti af staðlaðri meðferð. Þau eru gefin í æð á 4 til 6 vikna fresti venjulega, og þetta eru helstu dæmi slík lyf. Við notum einna mest pamidronat hér á þessu sjúkrahúsi, en einnig er þetta að gefa solidronat, ibandronat og fleiri. Nú, það er ljóst að við höfum langt í land með að finna orsök blöðruhálskirtilskrabbameins, og það eru ýmsir meðferðarmöguleikar í náinni framtíð sem eiga að bætast við það sem við höfum núna. Þannig að lengst til vinstri er þessi vaxtarferlar helstir sem eiga sér stað í hormónaháðu blöðruhálskirtilskrabbameini, og svo eru þarna til hægri vaxtarferlar þess að leiðir til áframhaldandi sjúkdóms í hormónaóháðu blöðruhálskirtilskrabbameini. Nú, þessi mismunandi vaxtarferlar eru þá einnig möguleg skotmörk fyrir krabbameinslyfjameðferðir, og það hefur verið mjög mikil þróun á undanförnu í lyfjameðferð við ýmsum krabbameinum, og þá einnig blöðruhálskirtilskrabbameini. Og það er ýmis lyf þá í pípunum sem nokkuð langt komin í klínískri þróun, og hvað var að hormónalyfin þá ber líklega hæst abiraterón sem hefur skilað nokkuð góðum niðurstöðum undanfarin 2-3 ár. Nú, það er einnig ýmis líftæknilyf svokölluð, það eru æðanýmyndunarhemlar sem hafa rutt sér helst til rúms í nýrnakrabbameini, en er í rannsóknum á blöðruhálskirtilskrabbameini, og svo eru einnig venjubundin frumudrepandi krabbameinslyf, nýjar gerðir,
Satraplatin og Ixabepilóni sem í þróun fyrir blöðruhálskirtilskrabbamein meðal annars. Og svo það sem við heyrðum bara í gær í fjölmiðlum, Ipilimumab sem nýtt lyf, hefur verið þróað undanfarin ár og nokkuð langt komið í klínísku þróun fyrir sortuæxli. En virðist hafa einhver áhrif einnig í blöðruhálskirtilskrabbameini þó að þær rannsóknir séu mun styttra á veg komnar. Nú í framtíðinni einnig ákveðin samþætting viðbótaraðferða við hefðbundnar lækningar, lífsstílsbreytingar, eins og einnig vonandi frekari þróun í snemmgreiningu og að spá fyrir þróun sjúkdóms. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru spurningar eftir hans sem strax eftir eru? Helgi, þú talaðir fyrirbyggjandi áhrif mataræðis og svona lífsháttar fyrirbyggjandi, en hvað með þegar fólk kom með krabbamein? Hvað áhrif eru þá þessi? Já, það rétt athugasemd. Það ljóst og við höfum rætt reyndar nýlega að mataræði getur haft áhrif á þróun blöðruhálskirtilskrabbameins og það spurning hvaða þættir hafa þar mest áhrif en líklegast eru það þá einhvers konar hormónatengd áhrif og þættir í mataræði sem hafa þar áhrif á og það ljóst að þetta mataræði sem ég ræddi þarna sem fyrirbyggjandi að margt af því á einnig hlutverki að gegna í áhrif á þróun blöðruhálskirtilskrabbameins þegar það hefur greinst, eins og við komum aðeins inn á varðandi offituna að það ljóst að þyngd hefur veruleg áhrif og þá er spurning hvort það sé þyngdin ein og sér eða þá viðkomandi lífsstíll. Ég vil taka undir þetta. Ég held að flestar þessar rannsóknar sem þú ert að vísa í, þær eiga að tala eða að skoða dánarmein sem útkomu vegna blöðruhálskirtilskrabbameins. Vegna þess að eins og við heyrðum frá Guðmundi þá það sem við greinum bara efstu hlutin af ísjakanum. Þannig að flestar þessar rannsóknar eru að skoða lífsstílinn og síðan dánarmein og þetta kallar sig blöðruhálskirtilskrabbamein. Þannig að ég myndi halda að þetta væri maður ætti að skoða þetta sem samfellu. Þannig að þetta hefur líka áhrif á þróun þessi þættir sérstaklega eins og líkamlegum og fleira af þessum þáttum. Það fleiri spurningar? Ég velti fyrir mér varðandi dreifnarsjúkdóm hvort það hljóta að liggja fyrir rannsóknir eða sem sagt ég var að velta fyrir mér hvernig við takið ákvarðanir hvaða meðferðir beitið eru til sem sagt rannsóknir sem benda til mismunandi lyfunar með mismunandi preparötum. Já, venjulega notum við þau lyf sem hafa sannað gildi sitt og lengstu lyfin án mikilla aukaverkana og það er skipt á milli þess að hormónahvarfsmeðferðar og svo krabbameinslyfjanna. Nú í dag að þá hafa mestar rannsóknir verið gerðar með svokölluðu dósitaxel sem ég minntist aðeins á þarna og það er venjulega litið á það sem fyrsta lína hvað varðar frumudrepandi krabbameinslyf og svo hafa einnig verið mismunandi niðurstöður hvað varðar hvort að gefið sér eitt lyf eða blanda tveggja lyfja, augljóslega með meiri aukaverkunum án þess að það hafi sýnt svo mikið betri niðurstöðu. Þetta hormónalyf sem varst með oftast, hvað er þetta, og eitthvað á síðustu síðunni. Aferatón, þetta sem við erum að gera í Englandi, þessi töfn? Já, fyrstu niðurstöðu komum frá Englandi, já. Hún á þetta góð þegar þetta komið í beina, það stóð ekki fyrir eftir fyrr. Já, allar svona rannsóknir á nýju lyfjum eru gerð hjá sjúklingum sem eru komið dreifðan sjúkdóm og þannig að stærstu hópurinn er þá komið beina meinvörp. Þannig að fyrstu niðurstöður væntaðar úr þeim hópi og það er það sem hefur komið fram núna. Já. Þú náttúrulega
veist það ekki, hvenær þetta getur komast á markað? Nei, ég get ekki sagt þér það, sko. Það ár eða mörg ár? Nei, það nú líklega einhver ár í það, því þetta eru sko skráningar rannsóknir sem í gangi og þessi ferli hafa styðst ef eitthvað undanfarin ár. Er það alveg fjarlægt að Landspítalinn gerist aðild að svona prófum? Nei, það ekki fjarlægt. Reyndar bara að vinna núna nákvæmlega í gangi hvað varðar að bæta aðstöðu fyrir svona klínískar rannsóknir sem hafa verið, aðstæðan hefur verið mjög bágborin og þannig að möguleikar á þátttöku hafa aukist en þetta náttúrulega mjög lítið land og það spurning hversu mikinn áhuga viðkomandi fyrirtæki hafa á því að tengjast okkur. En í svona stærri sjúkdómaflokkum eins og við þekkjum frá hjarta- og æðasjúkdómum, blóðþrýstingssjúkdómum og svo einnig ristilkrabbameinum, brjóstakrabbameinum og blöðruhálskirtilskrabbamein þá ættum við að vera með það mikið af sjúklingum að við gætum talið með og tekið þátt. Kannski nefna við hefur verið í samstarfi, svona norrænu samstarfi og rannsóknum á krabbameinssviðum og erum akkurat núna í svona samstarfi þar sem notað lyf hjá sjúklingum sem eru með komið vöxt út fyrir blöðruhálskirtilinn þegar hann fer eftir aðgerð. Þá einn hópur sem fær lyf og annar ekki. Og núna verið í 1 ár í svona samstarfi, þannig að gegnum tíðana hefur við af og til verið í samstarfi, norrænu samstarfi. Þetta samnorræna hefur líka aukist á ýmsum öðrum innan fleiri sviða. Það líka uppi hugmyndir að fara af stað með íhlutanir með mataræði, þannig að það deilum við hljómsveit. Það var einn spurning í viðbót og síðan verðum við að hætta á. Leður aðeins ykkur bara aftur þetta líkamsmyndin á áhættu. Er þetta stórri rannsókn eða fjölvanda rannsókn einhver eða hvað koma þessi upplýsingar? Já, ég fékk þetta hjá bandarísku heilbrigðisstofnuninni. Ég man ekki nákvæmlega hvaða rannsókn þeir vitna í þarna. En þetta var nokkuð stór rannsókn, það er byggt á mjög stórum hóp. En alveg fyrir Bandaríkin þá? Þetta var bandarísk rannsókn, já. En ég efast að niðurstöðun sé eingöngu þá þetta túlkað fyrir Bandaríkjamenn en náttúrulega einhver kynþáttaáhrif þarna inn í þessu en það venjulega búið að leiðrétta fyrir slíka aðra þætti.